fyrir? Svörður, heit ég. Nákvæmlega, maður kynna að fyrir Svörður þig. Sverði, býst ég við. Nei, það held ég ekki. Hnífi frekar. Þú ert ekki með sverðið það, Svörður. Nei, hníf. Og annan staðalbúnað. Ég segi það. Vörður minn, þegar þú kynnir mig fyrir manni sem heitir Svörður, þá kynnir þú mig fyrir sverði. Það hefur hver maður rétt á að sjá það sem hann sér, en ég er saman hún Svörð. Þetta er hnífur. Eins og þú sér, þá veitur okkur ekki að leiðsöka. Velkomin, Njörður. Svörður. Vörður. Gerður. Þetta er löng ganga. Ég er með sterkar fætur. Þeir eru vanir því að vera á ferðinni. Sama hér. Ekki annað að ræða, auðvitað, en að halda áfram. Þangað sem sagt. Tíminn styttist. Og leiði lengist. Já, þetta ekki. Það má ekkert út að bera ef ekki á illa að fara. Erum við einstaklingar? Ofbeldi? Nei, það hefur ekki tíma fyrir svoleiðis, nema við. Þú verður að sjá þetta. Hugi! Hvernig virkaði eftir þetta magn sem varst að segja eitthvað frá? Svona! Kaffi! Þetta er gott. Hann er illa ruglaður greið. Segðu mér, Hugi, hvernig virkar þetta magn? Rafmagn! Ég er ekki alveg búin að finna út í hvernig þetta virkar, en svona er að fá það í sig. Hann heldur þessu uppfinningum að... Já, ég náði því. Hvert er allt þetta fólk að fara? Flestir sést vera leiðin þangað. Þú sér móta fyrir ykkur og kemur hingað. Þegar þú stendur þarna, og þú kemur hins og hingað, þá sérður inn ekkert. Sveimir þá ef þetta er ekki sama fjallið og það sem ég var síðast. Það getur auðvitað ekki verið, en eins og þú segir ekki að hverjum maður er þegar þú sjá það við. Þá er ég hinum enda skórans. Alveg þarna, skiljið. Samt er hans að sé nákvæmlega jafn loftið. Tímabil, 3. hlýskeið. Það stuttar. Það stuttar. Áfram! Já, áfram! Já, þú! Áfram! Áfram! Er það þangað? Þangað? Þetta er aftur á bak! Aftur! Þið fyrirgefið! Hann er niðursókin, mikilvægt verkefni. Takk fyrir það. Ef tilveran er eins og lestarferð, hvað er þá áfram og aftur á bak? Við stígum upp í lestarvagnin og veljum upp í sæta sem snúa gegn hvort öðru og komumst yfirleitt ekki að því fyrir en lestin fer af stað. Er hún farin? Við erum að ferðast áfram með aftur á bak. En erum samt að stefna í sömu átt. Og? Það er kannski ekki ástæð til þess að vera svona upptekinn á þessum áttum. Jæja. Nei, í það hvert við erum að ferðast ræðst jafn mikið að því hvernig við snúum í sætin okkar eins og því hvaða áttu við stefna. Nákvæmlega! Það er hugsanlegt, en hvað er næst? Þú, haltu áfram, eða ég. Skalla þig!
Þrjú skref til vinstri. Bíddu. Var það þú sem skaust? Já, þú skaust sér frá að segja. Því færi var svo stutt. Ég var bara inn að rétthandla með hálsindi í sáði og ég lagðist niður og allt. Ég bara skilði þetta ekki. Með nýja fólk og... Það er alveg ómögulegt. Já, það er alveg ómögulegt. Við skulum fara að láta sem að þetta hafi ekki gerst. Þetta veitum, Birna mín, þú lítur þetta ekki fréttast með mér að finna bjarnan. Þú hefur kannski ekki tekið þetta, þú fröskir það undan. Já, væri nokkuð til hér? Það er nú að minnsta. Þetta er betra. Kærar þakkir. Herra. Ég heiti Stóri Kveður. En þú mátt gjarnan kalla mig herra. Takk, herra. Ég heiti Gola og þú hefur líklega heyrt Ég sló það við, ég ætla að reyna aftur. Ég tekst kannski betur í þetta skipti. Það er glátt. Gaman að spjalla við þig. Ég er út af nýja. Ætli þess ekki ráða að stökka af stað. Hann hlýtur að fyrirgefa það. Ég er það ung. Já, svo margt ólifað. Misheyrðist mér nokkuð en kallar mig Birnu. Sjáðu til, ég hlýt að vera leiðandi til þar því ég heiti Gola og ég þekki enga Birnu. Halló, náður því? Skemmdakornið. Það ætlar ekki að takast. Svo feldur nú að falla yfir áni þessari. Afsakið fröken, ert þú kunnug hér slóðir? Takk, meinarðu. Þú hefur heyrt mig sem sagt. Ertu svangur? Nei, ég er viltur. Ég er að leita að fljóti sem Svo hvað leiðir þangað? Stystu leið, bætti ég. Sko, ég las að það hefði meðalrennsli upp á 500 sekúndulítra sem þýðir alltaf 40 gigavatta rafmagnsframleiðsla á dag. Og á kortinu sem ég er með það nákvæmlega hérna. Sjáðu, veistu hvað þú ert, eða við? Það fer nú eftir hver spyr. Ég er ekki tilbúin að vera að kotta með hverjum sem er. Ég hef nú reyndað það prinsip að kynna mig ekki á fljótt, en ég er hugi. Og nú að bara slá sig. Til að eiga auðveldra en að koma mér á kortið. Þú spurðir hver ég væri? Sjálfur ekki hérðan, gefur falskt nafn, lýgur til þjóðfélagsstöðu. Þykist vera prins. Og eins og sé ekki nóg að fjárstaðu kennt eitt og sér, þá er hann hugrekkur líka. Nei, prinsip, sagði ég. Og hugi er nafnið. Þrætir heldur öllu opnu. Gætu þetta allt eins og prins? Ber sér þannig. Þú afsakar, ég verð að rjúka. Ég verð að finna þetta fljót. Ætlar að hleypast undan merkjum. Ógilda bónarnir, gestundir komnir, veitingar á borðin. Aldrei sest, annað er svart. Annar er skjóll. Ertu blessuð? Það var gaman að hitta þig.
30 ára. Nei, allt of gaman. Rittar, taktu. Við höfum ekki mikinn tíma, ungi maður! Rittar! Hér og hvergi annar staðar. Já, hér. Gott, næsta viðfang, taktu niður. Tegund. Kvenmaður, maður. Hven tré? Nei, það er ekki eitthvað segna. Hvað það tuldra? Nei, það er nefnilega hvergi hven. Nei, tré. Já, tegund tré. Trésam. Þéttleiki 14. Þéttleiki, ha? Millitala 183 og massi er 4,7. 183 og 4,7. Það telst töflu mínum samkvæmt tæplega lesbjart og lokar laufið þó ekki í ljósi þéttleika hlutfalls sólarljós út í að marki. Ef ekki lengur lesbjart eru líkur á að dagur sé að kvöldi komið. Þannig þú ályktar sem sé að það sé komið kvöld. Já, það hallar þeir minnst af degi í helstu viðmiðum og tölum mínum. Sagnamenn verða að bíða mannans vilda skyns. Ætli þeir sér að sjá til við kvöldlesturinn. Sumt er betra að lesa í myrkri. Nema þeir leggist í víking lendur eiginhjarta á annara og mæli í myrkri af munni fram. Sögur þær sem sjálflýsandi ganga milli manna án þess að missa hið minnsta af birtumætti sínu. Enda hlaðnar þeirri orku sem aldrei þrýtur, svo lengi sem áhorfanda nýtur. Mælir sá sem mælir allt og upplifir ekkert. Halló? 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 Þú ert líklega að kalla eftir líflegri félagskap en mínum, en úr því enginn gefur sig fram, þá sproti. Blessun. Halló? Ég byrði Þorvalds á framleikni, þið læst ekki hvernig aftur nýruna. Nei, býttu, hlustaðu. Halló? Þetta leita ykkur. Heyrðu nokkuð eins og rödd eða bergmál? Því miður. Og þó ég heyrði það, myndi ég ekki taka eftir því. Er hægt að taka ekki eftir því sem heyrist? Eða heyrist það ekki vegna þess að þú tekur ekki eftir því? Á bergmáli skildi enginn maður taka mark. Allra síst sá röddina á sem þær rísa aftur til föðurhúsa. Það segir nokkuð. Nefnum að þetta grínast. Maður ekki þorði að segja neitt. Ha? Þú segir nokkuð, sagði þú. Nefnum að þetta grínast. Ég var ætla ekki grínast. Bakaði komplimentið. Vaka. Ég heiti Vaka og ég er Steingik og það er bannað að stríða mér. Já, ég kemst við að vera bendlaður í grín í mínu annars alvarlega fjárstríð. Grínlaust þá er sannleikurinn sá að hlutfallið milli trjámassans og loftrýmisins útilokar allt bergmál á þessu slóðum. Og hvernig veistu það? Ég var að mæla hér í dag. Massan, trén og rýmið. Og eins og sérður aðstofanmaður minn ennþá að ganga frá niðurstofunum. Og treystur mælingum á blaði betur en eigin eyrum. Ertu hrútur? Þetta er á einhverju öðru byggjum. Og já, ég er reyndar hrútur. Á hvaða leið ert þú? Þarft að spyrja.
Já, í mínum heimi ekkert útilokað. Ekki eins og þetta er allt annað útlokaðara. Alltaf áfram, styrstu leið. Æ, jú. Ef við erum að finna fyrir aðra leiðir þá styrstu. Annars hætta á að við missum að því besta. Ég heyri að það sé besta fallið í nokkuð dag eftir stefnir áður en finnast það ferðistæðir að lóta. Já, því mikilvægara að stytta sér ekki leið. Skrúa sem áframast. Hvað veit aldrei hverju þetta best? Ég get ekki sem hjálpa til. Ég hef svolítið verið að fylgjast með og það heldur að það geti líkt fyrir. Hei, nú heyri ég aðstofmaður minni fann að leita að mér. Þá gaman að spjalla við því, vertu sæl og farðu varlega. Sömuleiðis. Farðu varlega. Fallegi. Nýjustu fregnir sem hérna veljast af fjölmiðlum með sér stað og þú áttir tæplega virðist af von. Vilt ekki taka þig hvað? Þú orðið sinn vissir af öllum sem varða þig allra mestu og telst kjarni málsinn sofur og aðar allt á við skiptandi og selst við sjálfum villan best. Hvað gerist þú gengur í klóru og vilja lufti og gerist það ekki, ég gerir því skóna þá gengur það sjálft upp frá því. Húrra! Fyrir fréttagerðarmanninum! Snepill bara mættur. Já, það er Snepill og engin annar. Sá eini sem sannleikann kannast. Eða hannar. Með auga sem aldrei sefur. Eltir, nusar og geimur. Rétt eins og refur. Með eyru sem hugsanir heyra og hungraði lesendur kallandi sífellu. Meira! Ég á ekki að svara þær. Segðu mér, Snepill, hvaðan berast þessar fréttir þínar? Það sem allt er að gerast. Meinar það þaðan? Hvað annað? Var það að vænta nýra frægna úr liðnum áttum? En það satt sem ég heyri að þú getur séð fram í tímann. Eins langt og augan eigir. Og ekki nóg með það, því það er alkunna að Snepill er snjallasti aflesaninn í öllum skólum. Sér við og sér aftur í tíma. Ertu að tala svona pirralíf? Auðvitað. Okkar var algjörlega ógleymanlegt. En veistu þetta líka að stjörnumerkið er mest saman? Já, sko, besta niðurstaðan fæst er að við skoðum stjörnuna saman. Viltu með mér baka í Hvað var þessi lottari lengi að fá það upp í hérna? Lottari? Hvað meina maðurinn í stuttum máli? Gættu í krugið? Þú veist ekki við hvernig það ást? Þú mátt ekki taka hann bókstaflega, kæri fréttagerðarmaður. Hann er undir miklu álagi, ekki sjálfum sér líkur. Við erum öll orðin þreytt og það er langur dagur framöndan. Það er rétt. Þetta var fjarri því fallega mælt. Fyrirgefn. Nei, þetta var ekki fallega mælt. En vel orðað. Því fyrirgefst svo sem allt. Ef bagar þig hugsun börn og þras og botna sem hönd þín má skeina, þá myndu að lífið er lampagras, lengi skal manninn reyna. Ef hjúskapinn eitrar þinn hrái stíll við að hnýta upp í bandvana sveina, þá myndu að lífið er leigubíll. Leigubíll? Já, þá myndu að lífið er leigubíll, lengi skal manninn reyna. Hvað þýðir það? Hvað var orðið aftur? Leigubíll? Það hlýtur að vera bíll sem hægt er að leigja. Já, leigubíll. Sniðt að geta leigt bíl. Og finnst þér ekki? Þetta er eina af mínum stærstu uppfinningum. En hvað er bíll? Veit það ekki. Hann stoppaði svo stutt í hausnum mínum að hann var farinn fyrir þetta rissa niður í bókina mér. Líklega búið að leigjan. Það er langt líklegast. Þetta hér er engin önnur en... Hvað heitir hún? Þetta er skóla. Nafniði hljóma kunnulega. Já, eins og vídeóskóla. Það er ekki ólíklegt. Hún er sísingjandi. Það er eins og hún hafi eitthvað að
Segja? Já, það er að hafa eitthvað að segja. Margt hugar þíns fóstur svo firnaljótt, þú felur því illu skal leyna. Þá mundu að lífið er létta sótt, lengi skal manninn, lengi skal manninn reyna. Þótt fátt eitt þú megnir og flest sé tám, og frækorn þín hljóðir steina, þá mundu að lífið er leyndarmál, lengi skal manninn, lengi skal manninn reyna. Ef sundlar illa, þá síðar hús, í sjöunda himni er beina, þá manstu að lífið er. Lyftuhús? Leifturhús? Já, það segir sig sjálft. Þá mundu að lífið er lyftuhús, lengi skal manninn, lengi skal manninn reyna. Spóla er annálað glæpapendi og hefur meira á samviskunni en skrattinsvíkur. Hún nýtur álíka mikillar hillu og drepsótt. Á afdrep alla skóga. Og sumir segja að hún haldi þar eiginmönnum sínum föngunum. Já, 9 talsins, segja sumir, og á jafnmörgum stöðum. Og börn í böndum í kjöllurum hvarvetna. Hennar eigin afkvæmi, hugsið ykkur. Svo hefur sambund á réttum stöðum að komast upp með þetta svona lengi. En vitið hvað ég heyrði? Hún á víst systur sem að fættist á röngun. Sjáðu, hún heitir Æla. Það nafnbæri Spólu kannski betur. Flestir vissu að Spóla hafði átt erfiða æsku og allir náð sér eftir skilnað foreldra sinna. Bjalla, bjalla, bjalla. Já. Mikið ert þú falleg stúlka. Nei, nei. Má sjá, það er ekki hægt annað en taka eftir þér. Þú hefur svo tignarlegt fas. Nei, hvað er það að fara? Ég var bara rétt að koma. Er ekki að fara neitt. Nei, veit ég hvað það að fara núna? Nei, þú voru að halda áfram. Fara alla leið? En það? Já, þegar þú vilt ekki vera með það að dregst aftur úr alveg bara stoppar þá verður ekki að neinu. Hvað ertu að segja? Og bara hverfur og þú bara gleymist. Og verð ekki að neinu? Nákvæmlega. Sagði enginn þetta við þig? Ég var sem betur við að vera við, sko. Alltaf þú bara hægt og verði ekki að neinu, sagði mamma alltaf því ég fekk hugmyndir. Ekki alltaf þetta, bara ég fekk hugmyndir um að hætta að læra eitthvað sem ég var að læra eða hætta í einhver sem að pabbi út af mig á vini sinum. Fekk nefnilega einu sinni að það hugmynda að ég gæti fengið alveg frábæra hugmyndir. Ég var ekki alltaf með hausinn fullan af hugmyndum annarra. Það vissi allir að ég gæti aldrei orðið að neinu, þannig það hafði enginn fyrir því að var mig við. Þannig ég fer aldrei nema áleiðis, í mesta lagi. Já, ég að spája bara hægt að sofa og ferðast líka á næturna. Þá mér friður og þú kemst kannski hraðar yfir. Svo fæ ég mig bara að kría á daginn. Jaha, þú ætlar langt, heyrist mér.
sé fjarri þá munar því sem munar. Því margur stundum nær margan grunar. Og þó ég sé fjarri þá munar því sem munar. Því margur stundum nær margan grunar. Ég held ég ætli einnig bara það vilja svo til næstum að fara þessum fjörnustu vegi sem flestir hafa bara sagst En nú læt ég skeikað sköft og sé Ég skil ekki glottið, en ég hef engu að tapa. En nú læt ég skeikað sköft og sé allt rama. Ég skil ekki glottið, en ég hef engu að tapa. Alla leið. Ég ætla sko alla leið og yfir fljótið og þaðan upp og þá bara byrja lífið fyrir alvöru. Og það verður sko alltaf skemmtilegt. Það verður sko alltaf skemmtilegt. En þegar þú segist alltaf bara áleið þá hljómar það svo miklu lengra heldur en þegar ég segist alltaf bara alla leið. Ætli þið samferða? Við? Þú og vinkona þín. Hún heitir Stemma. Er það ekki? Jú, það stemmir. Stemmir. Æ, mér finnst alltaf svo gaman á svona orðalegjum alltaf finnst mér. Já. Stemmir þá að hún sé konan þín? Samferðakona? Við ferðum saman, við erum ferðafélagar vinkonurnar. Það er mín skoðun alltaf. Þess bara að þú getur ekki hitt hana, hún hefur bara enga tíma til að hitta okkurna. Hún er heppilega eins góða vinkona á þig. Já. Átt þú enga vinkonur? Engin skoð á þig? Nei. Hefur verið að fylgjast með okkur? Hann Stemmu? Já. Já, ég skil. Er það? Já. Góða nokk bara. Hér er einn góð að nýta í. Grunleg sönnur að nýta í. Þriðja með rúskað bíta í. Bjöllu, svo fjórða að snýta í. Þessi er með enda að íta í. Og opað framan að spýta í. Hér er heill runni að líta í. Og ritsa til að líta í. Óskrifað klof að klíta í. Kærli, sem eitthvað má nýta í. Áfram ekki drolla! Áfram með ykkur! Áfram með þig! Áfram! Hei! Nú! Svo er sproti í heimli og hann starfa að haldumskóin, skrátelja hvert tré og tilgreinna allt sem gagnast inn getur sem glöggast vill á þéttleika, byrtu og botni, ef heimta til... No! Ef við
Bíddu meiri. Já, hann er geymdur. Ég aðstoðarmaður mestrans og ég skráði þess að Hvað í andskotan með þetta? Þetta eru skýrslur allar í skóginn, bæði frumgögn og framhaldsæði tvöru raðir. Já, þú! Heiður heiti ég og ég er ávallt til reiðu. Þú, þinn! Þetta er Stemma, gamla kennslukonan. Og Bjalla, gamla hrindirinn mitt. Það er hálegt að gera stjórnum verð í víðáttu þverrandi heimi að einungi frá vikum bærið á börn svo betur og fréttlota dreymi. Það rétt af því sem ríða á stig ekki að leggja á fól eins og þig því skilning sem búri skelfist sem dó skaplegan svip og ró að hann fylgi eftir vort andlega rík með orðum þið gerið því óhægt mig að safnast í skánir og skafla skoði dagum sem afla ógleði hverja nú upprætum lög frúð og frjálsleifa sig fram nú að þið lög. Það er handtak að vera kona með klút í kámugum heimi sem þessum í sífellt að vera með sápu og lút að sigrast á alvestu klessum. Það rétt af því sem ríða á stig tæmlega leggjandi kon eins og þig þegar sjálfandi múri skeytir ei hót skaraði skó og flót. Hún þrýst á að drífa þig botnlausari með kveikli hún gerir því óhægt mig að safnast í skánir og skafla skoði dagum sem afla óreiðu hverja hún upprætum glöð frúð og frjálsleifa sig fram nú að þið lög, að þið lög. Spóla? Hæ, Hætt þú að elta okkur! hvað ég að elta ykkur? Hvernig dettur það í hug? Það vill nú bara þannig til að ég er sjálf á leiðinni þangað. Þaðan sem fyrir tilviljun einar er sama leið og þið hafið valið og eru svo útsmoknir og láta lítið út sem þið séu á undan eins augljóslega og þið eru þó að elta mig. Hvert það er hans þið verða að fara? Ég get ekki sagt þér það. Þarna sérðu? Ég get ekki sagt þér hvert við erum að fara af því það er leyndamál. Hljómar ekkert ósvipaða staðurinn sem ég er að fara á. Hann er alveg sérdeilis leyndardómsfullur. Þú verður að hætta heimsku tali sem hugan gleypur þegar allt réttgert fólk veit hversu mikið ríður á að ég skrái allar mælingar meistara míns af óskeikunni nákvæmni án ónefnis. Af hverju liggur þið svona lágt rómurinn? Ertu með hugboð hættu eða hefur næturkulið tekið raddböndin taki? Ég heilsa þér heimulega með hálfum styrk á rödd, en slíkt kallar minn lærði meistari að hvísla og mun engum stunda þegar ávarp er einum ætlað eða samtal tveimur, eins og þetta. Að þetta rustsenni í slíkri prísun þegar ættir við dömu er riddara af alla sæmandi. Ritari er ég, riddari enginn, skjótur við skrif en skrafi alls óvarur. En skaufberar, eins og þú, hljóta fyrir að sinna dyntum sín steindils og setjast reglulega að hljóðskrami með þeim bjöllum sem karfendur bíðan kóls, svo það er megin klingja eins og það eru náttúraðar til. Satt að segja, fyrirlít ég, návígi að því tægi sem almenningur kallar samræði og flokkast með athöfnum og hvötum svo óhömdum að banna þar börnum. Þeim sömu börnum var einmitt áherslu aðkomnuna, ekki satt. Þú vitir ekki allt það, nema sem hættur að láta verkinn tala og láta þér næja að skrásetja sáðbrettina í hann. Já, en hefur einhvern tíma pælt í því, þú varst í sama skóla og ég. Þú lærðir allt það sama og ég. Þú sást í sömu tímum á sama kennaranum. Fékkst nákvæmlega sama námsefni, sömu verkefnin, þangað til ákast að hætta, meina ég. Samt munar því sem munar. Þegar einhverju munar á annað borð, þá munar yfirleitt því sem munar.
sem ég veit ekki hvað en öllu skiptir í lið. Líka okkur. Mér í mitt og þér í þitt. Því hvernig sem ég rembist við að komast í þitt lið og ég reyndi að gera allt. Þú ert hæst á lokaprófinu. Já, þú meina einkunnin mín, það ekki? 9,5. Einkunnin já. En ég heiti Stemma og ég ekki 9,5. Nei, það rétt. Þú heitir Stemma og þú ert allt sem ég þrái. Ha? Að vera. Allt sem ég þrá að vera, Stemma. Já. En ég hrædd. Ég ráðvillt. Ég lítil. Og horfi upp. Upp? Til þín. Þó að ég hafi gefist upp. Vegna þess að þú gafst upp og komst þér út í sólskinið. Hvað varð þig? Ég veit að ég hef ekki hitt mig svo lengi. Þú ert dásamleg. Nei, það satt. Fór aldrei heim á skólanum. Satt bara í sætinu mínu og beið. Eftir hverju? Að verða nógu gömul til að geta kennt. Það sem mér var kennt, eins og mér var kennt. Og skipta í lið. Skipta í lið. Ef þú aðeins vissir hvað þú ert. Jú, ef þú aðeins vissir hvað þú ert. Þetta gott. Þetta mjúk. Þú ert góð, þú ert mjúk. Takk. Langar þig ennþá? Hvað? Að vera með mér í liði? Hvað er það núna? Já, við erum búin aftur. Það er eina sem ég veit fyrir því. Á réttri leið. Hvað er komið að langt? Það má sjálfsagt finna út úr þessu kortinu. Nei, má ég sjá. Þú ætti að vera með kort. Fyrirgefðu, þú talar eins og ég sé kortlaus. Þú veist að ég aldrei kortlaus. Sjáðu það. Þetta er fínt kort. Þetta stærri þinn eitthvað Þitt stærra. Það er nákvæmlega líka. Og lefur skýrana. Að munar því sem munar. Já, sko. Við erum búin að vera hérna. Og hérna. Þarna vorum við áðan og með sínustu núna að vera. Hérna. Má ég sjá. Og hvað er þetta? Hérna. Og þú ert hérna og ég er hérna. Já, þetta. Og þetta er hérna, finnurðu? Nei, það getur ekki verið í mitt kort til ég fór ekki þetta hérna, nýtt þetta þarna heldur þetta hérna og þetta þarna. Og önnur okkar er ekki hérna samkvæmt kortinu. Má ég ráða hvor? Það er svona að þú spyrir, þú ert þú sem ert ekki hér. Mætti ég ráða? Þú talar í gátum? Í draumum. Ég tala í draumum. Herrar mínir og frúr, hvað er allir að tala? Tala og sagði engin á. Jæja, hvað er allir þá að deila? Hvað er Já, hlustaði ekki á hann. Ég veit þú vilt sitja einn af mér, en þú mátt til að leyfa hinum stelpunum að hlusta, þannig maður sanngjarnt. Ljúft er að láta sig dreyma. Hverja eru allir að slúðra? Eitthvað að þig? Hverjir voru hvar? Hvenær? Hverjir eru hér? Góð spurning. Og hverjir verða þar? Verða hvar? Verða menn að vera þar? Eru menn annars úr leik og allir kannski að tala að gola sig hvergi orðið að halda hana og hún sé ekki lengur í umræðinni? Bara stekkur að tala. Lesið allt allt. Það mig! Í nýjasta tölublaði Fjölmiðlans. Þetta er rétt með sjóðir. Blaðið sem allir eru alltaf að tala um, allir séu alltaf að tala um. Bókst það ekki tala annað? Já, glemdi þessu. Síðasta nota frí. 3 greintak, 2 kannski, þú, 3. Hvað bókst það reynd okkur? Það er nánast gefins. Já, það er nánast mikið. Lesið allt sem máli skiptir allt sem máli skiptir. Þá hlýtur að vera eitthvað skráninguna. Góði, ætti þetta að ekki að einhverju leyti snúast okkur? Ég veit það ekki. Þú ert með eitt stykki líf sem gerir ekkert annað en að snúast sjálfan þig. Láttu það duga. Byggi, segðu það sögu. Nei, ég kann enga sögur. Gola kann sögur. Gola er saga. Gola er saga. Jæja, þið látið bara svona. Ok, einu sinni. Þó ég kynni ykkur sögur, þá gæti ég aldrei klára þér, því mér dettur svo margt í hug þegar ég heyri orðin. Já, en sem sagt, einu sinni. Ég hef á hugmyndir ykkur, þið vitið. Fljótu.
verði hann jafn hændur að henni og væri hann hundinu. Flott, Stefán, segð þú sögu. Í byrjun síðustu aldar bjó fátækur bóndi ásamt konu sinni og 2 dætrum í afskekktu héraði og svo einangruðu að þangað var aðeins fært 4 sinnum á ári. En ég kann sögu dimman dag sem svo afskekktur að þangað aðeins fært 1 sinn á ævinni. Hvítu hvað stoppa því svo handur og birtist honum skyndilega upp úr móðurri mýrinni. 400 sinns leiðindi. Hann hótaði að koma aftur og heimta sinn hlut. Hættu á ferðum! Þú drepur mig með þessari! Og tókst þannig að blekkja hann hið 3. Mig líka! Hún draf mig með þessari! Og urðu menn ekki bjöfsa varir eftir það. Drepur hann ykkur ekki með þessari? Hann skal að hrugna þér hægum. Ég hefði haldið að hún myndi drepa ykkur með þessari. Svo, þér fannst þetta skemmtileg saga? Mjög skemmtileg. Og glöggt stóð það. Þeir eru margir hugmyndaríkir sem bændur. Já, mjög hugmyndaríkir. Stundum gleymi ég að vera vörður. Nei, það er sant. Þegar ég hlusta á þau segja sögur þá gleymi mér. Eða man ekki lengur að ég þið vitið. Vörður! Aldrei komið fyrir mig. Ég er það kröfuharður. Ef ég ætti að geta gleymt mér við að hlusta á svona fólk, þá erum við að tala miklu meiri sögur, meiri bókmyndir. Það virkar þannig á mér að ég veit alveg að ég er vörður, en mér er ómögulegt að muna hvað það er sem ég er að verða. Ég er með hugmynd! Já, þegar Nei! Þú ert ekki nógu menntaður til að hafa hugmynd. Af hverju sitið hér haldið sé verkfalli? Þú munið aldrei verða nógu góð. Þið munið aldrei hafa hugmynd. Þú munið aldrei fá nógu góða menn. Þið munið aldrei fá neina nothæfa hugmynd. Hvert erum við komin? ekki nógu langt. En hvað eigum við að vera? Það skiptir ekki öllu, bara ekki hér. Stafnýting, skrifa, sína, vitlaus, réttu, vitlaus. Reikningar, reikna, sína, vitlaus, réttu, vitlaus. Sálfræði, skrifa. Ef vanfær kona stígur yfir breimakött, verður barnið vitringur. Búinn. Hvað er breimaköttur? Dýrafræði, nei, hún er á morgun. Þetta er sálfræði. Hvar er einbeitingin hjá ungu fólki í dag? Hvar? Hugsið það. Hugsið það. Hættu að hugsa það. Heilsufræði. Muna. Ef barn kveikir á spýtu eða hýslukvisti og veifar til og frá með eldinum í, þá pissar það undir nóttina. Kemur á prófi? Ég hef pissað á mig! Undir. Og núna veistu hvers vegna. Já. Það komu reiðir menn sem urruðu og gerðu alls konar löftu mömmu áður en hún dó. En þeir drápu pappa strax og stóri bróðir hann var ekki heima. Og hvað kemur þetta námsefninu við, má ég spyrja? Já, ég var upp á hlöðuloftinu og sá þá. En þeir sáu mig ekki og ég pissaði á þeim því ég var svo hrædd. Einbeiting! Ábyrgð! Eftirtakt! Kannist þið yfirleitt við þessi orð? Ég sagði að barn sem kveikti á spýtu eða hýslukvisti og veifaði til og frá með eldinum í, pissaði undir nóttina, ekki á sig. Mundu stúlka mín að sá sem lærir ekkert, verður ekkert. Mannkynssaga kemur kannski á prófi. Einu sinni héldu menn að jörðin væri reikistjarna sem gengi á sporbaug í kringum sólina. Já, það er vonaði fyrst. Það var ekki fyrir veiknum sálmanna að vill hafa leiðrétt. Einhver? Kristinfræði. Drottinn hefur skrið
hefur spennt sig belti styrkleika síns og fest í jörðina svo að hún nakast ei. Og víðar í hinni helgu bók, allt jörðina, föst, flöt, traust. Þú snýst nú samt, held ég. Ekki gott, alls ekki ásættanlegt. Og hvers vegna, einhver? Vegna þess að það sem við höldum okkur halda haldlaust. Og það sem við höldum okkur vita vitlaust. Ég vil heyra nýju hugmyndirnar hans huga. Fljótur þá. Sú fyrri. Húfa fyrir þá sem vilja fá hugmyndir. Sko. Sjáu þið til. Betra en sko. Sjáu þið, sko. Eins og venjuleg húfa, en með peru upp úr sem kviknar á þegar þið dettur eitthvað í hug. Svona, sko sjáu þið til. Hvað pera? Þetta þarna? Tiltölulega einföld samsetning, lofttæmt glerkúla vír sem glóður Lýsir þetta í myrkrið fyrir gjöðu? Þetta var uppurlega hugsað til þess að láta vita að veri komin hugmynd í húfuna en sjálfsagt getur þetta lýst eitthvað út af sig líka. Sniðugt! Hvað? Húfan sem höfuðfatt. Kannski. Seinni hugmyndin! Nei! No! Svona! Kom ykkur burt! Ballið er búið! Já, ykkur líka. Já, svona! Komið ykkur eitthvað annað. Það er ekki not fyrir ykkur hér. Kannski ykkur not fyrir ykkur þar! Þið vitið að allt sem þið vitið ekkert og vit ykkar rúmar það eitt sem þið lærið svo vit að þreyja svo vitist þið eitt hvað vitið sem vitneskjan vitinu færir gleymið því sem að vikist þið vita þekkið því aðeins þekkið sem fremur að þekkist hún þegar sem þekkileg þekking og þekk sem vissum hvað manninn og Á ég að segja ykkur sanna sögu ósýnilegan riddara sem var svo ósýnilegur að hann varð að gati. Hver er það? Enginn, alls enginn meistari góður. Þú ert með riddara á heilanum. Væri þér ekki hollara að halda því í heimi þeim sem kendur við draum og veru en að ráfa í ævintýra ólíkindalendum. Ólíkt okkur, sannleiksleitundunum sem þráum ekkert meira en að skoða, skilgreina, flokka og skrá allt sem nákvæmast sem og var og verður. Síreitandi riddari eins og þú hlýtur að vita að styrsta leiðin að sannleikanum liggur góða sögu. Síðan hvenær fóru menn að rekja sannleikann til uppspunans? Góð saga fyrir við meiri vitnesku en sagnamistarinn sjálfur. Þú ruglar mig af ráðnum hug. Hvert var ég komin? Eitthvað sannleika. Sögur sem sannar. Já! Svaraðu þessu. Hvað ef sagan ekki sönn? Hefur aldrei gerst, gæti aldrei gerst. Hver þá hennar heilagi sannleikur? Sagan alltaf sönn. Jæja, en drekar til dæmis. Þeir hafa aldrei verið til meira að segja þú veist að þú veist það. Það að sagan sönn þýðir ekkert endilega hann hafi gerst. Þú snýrðu ekki út úr ógöngum með útúrsnúningi. Uppgjöf væri heiðarlegri þegar hér komið við sögu. Drekasögur, þær eru sannar. Ekki vegna þess að segja okkur að dreka sér til, heldur vegna þess að minna okkur á að við getum sigrast á þeim. Og til hvers að sigrast á einhverju sem ekki til? Viðurkenndu það að sögur eru tímasóun og nákvæmlega einskisvirði og eru hættulegar veikgeðja fólki eins og þér. Já, og jafnvel sjálfum, meistarann. Segðu mér sögu? Aldrei. Hvað, hún þarf ekkert að vera löng, bara ein setning. Svo skal ég láta mig hverfa. Ef
þú lofar að láta þig hverfa. Einu sinni var tré sem teygði sig svo langt upp í himinninn að enginn gat nokkuð sinni komist að því hvað greina þess voru margar eða langar. Hvað þá kveða prýtmörgum laufblöðum. En svo kom haustið og laufin tóku að falla niður á jörðina eitt og öðru. Nú getum við talið laufblöðin, sagði við meistara minn. Og við hjálpum staðið að telja laufblöðin. En gleð okkar, hún varð sko ekki minni þegar kvöldaði og sólin tók að lækka flugið. Þá lagði skuggi trésins í allir sinni lengd við fætur okkar og úr því tréð var nakið og lauflaust var það leikur einn fyrir okkur að telja greinana. Það sem röltum með á skugganum að meðan það lengdist sem hvarfinn í myrkrið og nóttina. Þetta var falleg saga. Bull, farðu þú taði okkur nóg. Ykkur félagana skorti svo sem ekkert til að vera sannir rittarar. Hér og nú nema kannski hest og vopn og verjur og snert af kallmannlegu yfirbragði. Yfirbragð með uppsögn? Já. Þú birtist svo fyrirvaralaust. Fyrst hélt ég Ég væri skóarbjörn. nákvæmlega og ætlaði að hlaupa. En það var eitthvað sem latti mig. Og það verður þannig að Eitthvað sem togaði tilbaka. Já, sérstaklega með því að þú værir skóarbjörn. Stór og sterkur með bananaklær og blóðugar tennur. Heitan andardrátt. Svona alveg, meinaru? Hann hungraður að varast að alveg reynd brjálaður í mig og ég hljóp ekki. En svo hleyp ég. Vildur þú semst að ég væri skóarbjörn? Hæ? Nei. Kjáni getur verið að taka mig svona bókstaflega. Ég get ekki hugsað mér að vera með öðrum en þér. Þú ert bangsi minn og þú étir mig til agna og... Hvað er þetta? Mér heyrðist þetta vera... Ertu særður? Blæðir? Nei, held ekki. Það passar. Þetta er stóri köllur. Hann er gjörsamlega hættur að heitur okkur skapaðar hlut, blessað gamli maðurinn. Einhver fenning, verkluða líf, líðan eftir eldringum, sjár, brott, skeina. Nei, sem betur fer ekki. Segir þú, sem ættu þú að vera dauður ef allt væri með feld. Feldu. Nei. Maður segir ekki ef allt væri með feld. Heldur feldu. Ef allt væri með feldu. Andskotan ert þú að vera eitthvað gekk. Ég meinti það sem ég segi. Ef allt væri með feld, gengi mig betur að hitta. Þá fyrst væri allt með feldu. Og þú ættu að fyrsta við fyrir mínum. Getist þú snöggað þig og aðra ef lífur skot? Já, slysinn ger ekki boða undan sér. Ég hef aldrei elskað mig líka með eins og hennar. Brjóstin. Óð minn góður. Ég hef verið tilbúin til að gefa hendurnar báðar fyrir eitt að sjá þau og snerta. Og ilmurinn maður minn. Ilmurinn á hálsinum á henni. Og svo deyr hún í fanginu á mér. Og augnablikinu sem hún kveður og sálin yfirgefur líkamann, þá breytist hún. Eða líkaminn í marklausan póka, fitu, lessa, kjöt og bein. Meira að segja hárið verður merkingarlaust. Einfaldlega vegna þess að hún var ekki þar. Hún var ekki þetta hár, þessi brjóst, þessi lyf. Samt hafði ekkert Kristján Pétur andartak hjá þau en þetta sama hár, þessi sömu brjóst. Ekkert verið meira Ég sé núna hvert vandamálið er það er skakt hjá þeim miðið. Svona, held mér að við tekist að laga það. Já, þú segir nokkuð. Jú, gott ef ekki.
Ef að líkið lætur, líkið. Nei, líkið. Engin ástæða til að drepa fyrir en einn björn í einu. Okkur var ei skapað nema skilja hvort annað. Þú ert skólabókardæmi konu handa mér. Steingeitin þráir allt storkandi og bannað. Ég stjörnu vitlaus hrútur, rísandi þér. Mér sýnist það alls ekki einleikið væna, hvað árur okkar beggja túlka líka strauma. Þetta funandi bleika og fíkjublaðsgræna eru frumlitir allra okkar villtustu drauma. Á miðöldum áttum við margáttu kynni og magnaða spretti í hlöðuna við brunni. Ég glaður skal björga þitt fyrralífsminni. Láttu fallast í grasi, þigðu hressing í munnin. Ég komst ekki hjá því að lesa á þér lómana, sjá lausríðandi prins vera að renna í hlaði. Legðu eyrann við brjóst mitt og hlustaðu á hófana að hugsa sér að líf mitt er í hendi þinni staði. Meistari, finnst þér þetta ekki fallegt tré? Jú. En þetta? Ágættist. Já, það finnst mér líka. Miklu fallega. Þetta tré hérna, nei, það er beinlínis ljótt. Veistu, ég held að þetta tré hérna sé tvímælalaust eitthvað fallegasta tré sem ég hef séð. Líttu á það. Það er eitthvað svo satt í sjálfu sér og heiðarlegt í hófærð sinni. Og ég var að eignast það. Ég á það. Ekki snerta. En þetta tré hérna, þetta er beinlínis ekki rökrétt. En þetta tré, það er fáránlega flott. Hefurðu fengið ristilbólgu? Nei. Já, ég hef fengið ristilbólgu. Var það vont? Já, það var skelfilegt. Það var það sem ég hélt. Skelfilegt. Hefurðu fengið kast? Hvernig kast? Sá sem hefur fengið kast þarf ekki að spyrja. Er ekki hættur þetta var kast? Men deyja, en hér ég nú sagt. Ég fengi flensu. Nú? Já, nokkur sinnum. Slæmaflensu? Já, mjög slæma, það leiði alveg mjög illa og þurfti bara að liggja í marga daga alveg bara í bæði skiptin, sko. Í bæði skiptin, en þú sagðist hafa fengið flensu nokkrum sinnum. Ekki alltaf læg með þig. Ætti þú ekki að svara þeirri spurningu sjálf? Ég veit tvisvar ef ekki flensu, tvisvar ekki nokkur sinnum. Þú má samt trúa því ég er ekki bara að skrökva.
Mér líður hræðilega ekki bara setjast. Ertu með flensu? Nei, það er ekki. Og líður samt hræðilega? Nei, ekki misskilja mig, ég er ekki að meina bókstafir að meina svona tilfinning. Áráttulega að nota orðið misskilningur í sinn margslungna blekkingavef. Oftast til að koma sökinni á næsta mann, sem oftar en ekki er fórnarlambið sjálft. Þannig kynntist ég lyginni sem þolandi. Lygi. Ég hef bara aldrei þurft að þola neitt, bara nota þess að vera til. Mér er svo gaman að vera glöð því þá finnst mér ég að vera hamingjusöm. Já, það er ekki framtíð því. Að bera ör, verða fyrir áfalli, upplifa óréttlæti, það gerir menn að munn þegar uppleist það. Standi menn á annað borðu upp. Ertu að skæla? Það er að vara mig. Það er að skilja hvers vegna. Ég var aldrei neitt nefn bara glöð og hamingjusöm, en þú er búin að þola svo mikið í lífinu. Já, ég hef stundum á það sem svo að ég sé þolandi en ekki lífandi. Þess vegna hef ég náð svona langt. Kannski skorti þig staðfestu. Já, það er bara nákvæmlega sem ég óttar. Já, og kannski einhverja hæfileika. Hvað líka? Þú hefur enga hæfileika, er það nokkuð? Nei. En fyrir utan söngröndana kannski. Ok. Veitu hvað búið að syngja? Já. Þú hefur enga hæfileika, nokkuð? Já, kannski fyrir utan söngröndana. Já. Heimurinn er fullur af fólki sem syngur miklu betur en þú. En sko, ef þú gætir eitthvað, þá værið fræg. Ég vann eins og því að skrá frægt fólk og það gat allt eitthvað. Ég ætla einu sinni að vera frægursöngvari. Ég þótti það mikið efni sem ung stúlka, yngri kona. Menn mættu mikils og... Já, menn segja svo margt. Og? Ég fekk sýkingu í rattmyndun og ég sungi sér. Nú, þannig þú hefur örlítið fengið að kynast vonbrigðunum. Að hjálpa þér kannski að skilja mig betur. Kannski. Viltu halda utan mig? Nei, þú takk. Nei, bara banna mig bara. Nei, takk þetta bara. Haltu bara. Finnurðu? Það er eins og sért að faðma söngir sem býr að þinni. Heyrðu hvernig hjartað syngur fyrir þig? Nei, sumst það bara hjartað. Það er ekki það syngur. Heyrðu. Auðvitað heyrið það ekki! Þú sagðist ekki geta sungið. Þú ert að miskilja að syngja það. Þú ert að ljúga, það eru allir alltaf að ljúga! Þú ert að miskilja að syngja. Ég get ekki meir, ég get ekki! Hlusta bara. Vinur minn kynntist einu sinni konu sem gat einungis tjáð sig með því að hreyfa annan upphandleggsvöðva. Og með honum sagði hún allt sem henni lá að hjarta. Hvernig vissi hann það? Að hún var að segja það sem henni lá að hjarta. Að hún var að meina það sem hún sagði. Getur maður nokkuð tíman að vera viss að það sem sagt sé satt? Hvort sem það sé sagt með munnunum eða já upphandleggsvöðvanum? Það er þó satt. Er það? Hún sagði honum að hún elskaði hann. Með upphandleggsvöðvanum? Nei, með hjartanu. Það er ekki með starf sem maður elskar. Hún sagði honum með upphandleggsvöðvanum að hún elskaði hann með hjartanu. Og hvað sagði hann það? Að hann elskaði hana líka, býst ég við. Það myndi ég allan að segja, ef ykkur segðist elska mig. Með upphandleggsvöðvanum? Nei, með munnin. Svona. Ég elska þig. Ég elska þig. Já, það.
Ég heilsa ykkur heimulega með hálfum styrk á rödd, en slíkt kallar mig... Skil ekki. Slíkt kallar mig lærði meistari að hvísla og við einhver stund þegar ávarp einum ætlaði samtal 5, 3, 4. Njörður, hann þinn, heyrðis mér. Látum okkur sjá. Ég heilsa ykkur heimulega, sagðurum, og... Það var bara nú þannig sem sagt að ég hef ágjörð því að sprotið meistari minn geta ekki einbeitt sér að sínu mikilvæga verkefni sem sé að skrá allan skóginn af vítastu nákvæmni sem mikil persónulega votta að hann viðhast verði hann ekki fyrir óþarfa töfum. Ef við stöldrum hér við og reynum að skerpa myndina svo lítið, hvað ertu að reyna að segja okkur? Vandamálið kvendýr. Kona, kjósið menn það orðalega. Kettling. Já. Tussa. Hólkur. Lufsa. Já. Hún konan sem sagt leggur meistara mín í einelti og mun gera öll áform nákvæma skráningu skógarins að engu ef ekki verður gripið í taumana. Hún frumstæð mjög og af sama skapi framleikin og með einungis eina hugsun í sínum skrokki og eina aðeins sem verður best lýst með tilvitnun í hana sjálfa. Skaufberar eins og þú hljóta að þurfa að sinna dyntum sín stundins og sýntist reglulega af hljóðskrafi með þeim hljóðlausu bjöllum sem farvegna bíða góls svo þær megi klingja líkt og þær eru náttúrlega til. Skil ekki, Njörður? Jú, það sprettir í þessu. En þetta ekkert sem ekki hefur verið sagt áður. Hvað? Bara að vera að koma sér við? Ég var bara... Leggstu niður á þjóðan. Legðu sundur hendur og fætur. En þú sért að sé samningenda! Við höfum að segja á, ég veit ekki hvernig... Of seint! Sættu þetta! Sættu þig við að kerfið þitt ekki að virka og gagnslaust að fara til fýlu. Formúlan gamla úrelt og leik sem hrið. Lífið þversummal sem þú gleymdir að telja og taldi. Tilgangs og marklaust að hafi eigið skil. Sættu þig við að einstefna reynist við hagstæð vilt ekki mæta munum. Þú hefur masterskráður með að fylgja þig fast á hæla sem fljótast þig hlaupa uppi sem eigin skott. Sættu þig við að kerfið þitt ekki að virka og gagnslaust að fara í fýlu. Formúlan gamla úrelt og leik sem hrið. Lífið þversummal sem þú gleymdir að telja
Stemma! Það getur ekki að mér. Ég veit að það er ekki. Æ, það er ekki sé mig. Ég ætla að ná þér. Já, reyndi bara. Og ég ætla að ná þér. Nei, og ég ætla að kýta. Gott, ég er sko ótrúlega ekki þér að... Sneppi! Rólega þessi, nú til að þetta. Hvað er að gera, segir þið? Hvað er tíkt? Tíkt spyrðu. Orðið tíkt er mjög vítt en sem tímatengt hugtak vísar það í eitthvað sem er nýtt eða nýtilegt efni af öðrum túa sem tíðum til frásagnar fremst. Þið finnið það hérna í fréttum með þetta helst. Fréttum? Er það orðið sem kýst að heitra uppspilamann sem upplýstir menn uppbyrða hver eftir öðrum í sannleikans nafni? Hætti. Ég segi bara frá því sem ég heyri og sé og eftir að dögum að dæma. Frétt sem hefur ekki farið að minnstakosti eina ferði gegn hjarta þessum flytur er ekki frétt, heldur slúður. Slúður frétta höfundur einn. Lagði það í vana sinn að leggja net sín í sjó. Hvar sem því var viðkomið og var það jafnan fullt af allskyns sjómönnum. Nú litlu sjómönninir runnu oftast út möskvana og leituðu aftur inn í fjöldan. En stóru sjómennirnir voru miskunnarlaust dregnir fram í sviðsljósið þar sem þeir máttu þola allskyns meiðingar og háðsverði. Oft er það smái sparast en stóri farast. Ég með best, það tími teljast. Og til það fyrst allt sem er falt, strax þar á eftir svikið og svalt. Og fólk sem er rasandi og halt. Hentar líklega tíðindasúpur þínar sem pipar og salt. Eins er það fréttnæmt ef eitthvað mjög snjallt, tekst að bylta sem rotnandi gjalt. Og hátíð í bæ reynist happið þitt valt, eða andlit þitt skvakett og þvalt. Og orsakinn, eitthvað miklu sterkar en malt. Þetta er að heyra þá sem er að annars þar, af hverju þetta veitt okkur? Já, af hverju er aldrei neitt mig? Ég er orðinn leiður á því að þessar fréttir verða til staðar þar sem ég er ekki. Og svo, þegar ég loksins mæti á staðinn, þá er allt búið og eitthvað nýtt farið að gerast annar staðar. Hér stendur á bakvið þetta er hægt að svara því. Já, en sá sem getur svarað því er farinn. Hvert? Þangað sem allt er að gerast. Mér finnst þetta ekki fyndið, ég vil láta breyta þessu. En þetta gæti ekki verið öðruvísi. Ef þú ert viðstaddur sem gerist, þá þarf ekki að segja þig frá því. En ef eitthvað gerist þar sem þú ert ekki og einhver segir þig frá því, þá er það frétt. Af því þú varst ekki þar. Þess vegna er það sem þú upplifir ekki frétt heldur líf sem að verði þá frétti af einhverjum sem er ekki hér en sagt frá því þar sem hann er. Halló! Raka! Halló! Hafið þið sér vökkum? Það er tilgangslaust að eyða meiri tími í þetta. Okkur bíða önnur og mikilvægari verkefni. Eru þið að leita bergmálinu? Nei, aðeins glórunni meistara mín. Jafnvel þó reyndist hálsín ein mun ég ekki linda látum fyrir hún byrtist mér á ný. Raka! Raka! Ekki er það svo gott að ég hafi séð hana, en mér heyrist skógurinn hafa heyrt til þín. Þetta hitti þó skattinn ömmu sína, ekki hlusta orðið við bóð. Hattu þið utan við þetta strákur, fyrirgefðu, en hvað er þetta að tala? Þetta ert ekki þú, meistari kær. Þú hefur aldrei sagt neitt þessu líkt við þinn auðmjúka og dygðuga lærisvein. Og þessi, hún er ruglaður og þú sjálfur að það mikið sagt. Ættus! Sestu hjá okkur hinum. Og þú? Sá vinur sem ég taldi mig eigin meistaranum hefur brugðist með verið en nokkur kona.
Lesið allt Hjálpaði mér. Ég þarf að upplýsa ófyrirgefanlegan glæp. Saklaus stúlka var handtekinn og pyntuð fyrir framan okkur og enginn þykist að tekið eftir neinu. Ófyrirgefanlegt. Sakleysi. Pyntingar. Fyrir framan. Fyrirgefinn fjölnið segir nei. Sem þýðir hvað? Sem þýðir það að það sem þú varst að segja hefði gerst. Gerðist ekki. Hér gerðist ekkert sem afsakar þær alvarlegu sakir sem þessi maður hefur borið okkur. Öðru nær, enda hún laus. Og lið. Alveg rosalega lið. Við sannreyndum það, strákarnir. Sjáðu hvernig á að leikið hana þessu þrýr! Ég krefst tafarlausar rannsóknar af því sem gerðist þetta. Það var einmitt það sem við vorum að gera. Að rannsaka mál. Og niðurstaðan liggur fyrir. Þannig að þessi sjónarmið koma fullseint fram til að breyta einhverju. Var það ætlast að Hirðisæja fari yfir hana aftur? Eins og hann hafi ekki nóg að sinni könnu. Það bendir ekkert til annars en að málið hafi fengið eðlilega afgreiðslu. Mér finnst þetta bara koma út í ofsöku hjá honum, hann verða bara að kunna að segja stopp. Hér einangrað tilvik að ræða sem ber þess nokkur merki að viðkomandi sé einungis að fá útrás fyrir sína persónulegu óvild gagnvart valdhöfum. Og því eðlilegt að menn spyrji sig hvort rétt sé að þæfa málið öllu lengur. Ég meina, life goes on. Það ljóst að málatilbúnaður prófessorsins að mestu byggður á ágiskunum og illa rökstuddum dylgjum og hljóta menn að spyrja sig hvað það segir til hæfni hans sem vísindamanns eða hvers vegna hefur hún ekki verið rannsökuð af sömu nákvæmni og samskipti hinna ákærðu við hið meinta fórnarlamb. Já, það er ekki mitt að dæma sko, en ég skrifaði um dómsmál í áratugi og það var að mínum að því afskaplega ósmekklegt. Og minnst ætti okkar réttarsöguræða að draga fram 4 saklausa einstaklinga inn í umræðina með þessum hætti að meðan rannsóknin var ennþá á frumstigi. Ekkert hér að sjá. Þetta getur aldrei orðið.
Við erum ekki af sama heimi. Þú skapar, ég apa. Þú syngur, ég skipa fyrir. Þú miðar af reynslu, ég dreifi kennslubókum. Þú tjáir þig, ég tel staðreyndir. Þú manst allt sem þú þarft að muna. Ég þarf að muna allt. Gera allt. Vera allt. En þú ert að lýsa ástandi. Ekki eðli. Og því má breyta. Þegar ég verð búin að koma þess í kring, að stíga þessa stakka og stappa á þessu stáli. Þegar ég verð búin að koma þess í kring, að berjast í þessu að tala morð.
maður skýtur elskendur í skógi. Hafði ekki byssuleyfi. Myndir. Áfram, gott fólk. Tími flýgur. Leiðir lokast. Af hverju aldrei neitt okkur? Já, af hverju aldrei neitt mig? Það af því að ef þú ert viðstaddur að það gerist þá þarf ekki að segja þig frá því. Það sem þú upplifir ekki frétt, heldur líf. Sem að verður þá frétt einhverjum sem ekki hér sagt frá því það sem hann Og hafið að farið að minnstakosti eina ferð í gegnum hjartaði sem segir frá. Þá hættir það að vera frétt. Og breytist í sögu. Já, sögu, söng eða sagnaleik. Vissu þið að góð saga býr í meiri vitneskju en sagnameistarinn sjálfur? Þið öll með ferjugjaldið, það ekki? Bæði fyrir og vangarð og